Árið 1978 að þá gefin út mynd. Ég ætla ekki að segja hvað hún heitir. En í tilefni þess að það er komið út Star Wars mynd, þá langaði mig að kíkja á þessa mynd og reyna að horfa á hana til enda. Það hefur ekki tekist ennþá, en ég vona að það takist núna. Ég hef ekki hort á þessa mynd til enda vegna þess að þetta er líklega versta mynd sem gerð hefur verið. Já, svona allavega nálægt því. Mjög nálægt því. Skulum aðeins kíkja á þessa mynd. Ég ætla að reyna að horfa á hana. Ok. Star Wars Holiday Special. Ég ætla að reyna þetta. En ég veit að ég get þetta ekki, sko. Þetta er bara... Kíkjum á þetta. Hvað voru til dæmis, leikarar úr Star Wars að gera þegar þeir sögðu, já, við skulum taka þátt í þessu. Þetta er nú bara skemmtilegt verkefni. Jesus Christ, maður. Þeir gátu ekki einu sinni haft, stafina eins. Jesus Christ. Holiday Special. Starring Mark Hamill as Luke Skywalker. Og George Lucas bara svona, já, gerum Holiday Special. Það er frábær hugmynd, maður. Og hver ætli hef skrifað handritið að þessu? Þú veist, hvað hefur að gera? Hefur að gera hérna... Ég er með frábæra hugmynd. Þú veist, hvað... Lumpy, sonur Chewbacca, Itchy, pappans, Malala eða Mala, konans, come on. Búi í svona tréhúsi, lengst upp í tré, sýnt bara frá svona heimilislífinu hjá Chewbacca, pappans að sker út X-Wing í tré að sjálfsögðu, sonur hans að leika sér. Þeir eru svona one big happy family. Þetta er svo vont, sko. Hvernig var hægt að gera þetta að 106 mínúta mynd? Ég bara, þú veist, það eru 4 mínútur búnar og ég er strax komið ógeð, sko. Þú veist, hvað er að gerast? Það er ekkert að gerast í þessu. Ekki neitt. Ekkert. Og hún saknar Chewbacca með mynd af honum. Hvað er þetta, til dæmis? Þú veist, hverjum datt þetta í hug? Á hvaða síru flippi voru þeir sem voru að skrifa þetta? Skulum hafa svona sirkusatriði á taflborðinu. Oh my god. Þetta er ákveðin pína, þetta er ákveðin eldskírn í pyntingum að horfa á þetta. Ég bara geti þetta ekki. Ég get ekki horft á þetta. Þetta er bara ómikið, einhverju rugli, sko. Þetta átti þess að fylgja eftir vinsældum Star Wars. Þvílíkt flopp. Þvílíkt flopp. Wow. Ég ætla að hoppa hans inn í þetta. Ég geti þetta ekki, sko. Þetta er bara ekki hægt. Það voru svo að þeir komnir heim til þeirra til að leita að einhverju drasli. Ég veit ekki eins og hverju, vegna þess að ég hoppaði yfir þetta. Shit, hvað þetta er vont. Mér verkar í lifrina, sko, þetta er svo vont. Hvernig er það hægt? Ég veit það ekki. Það með að horfa á lélegt efni. Hljómsveitin öll brjáluð því hún þarf að taka break. Hún þarf að hætta. Það voru að loka barnum. Hver fann upp þessu? Nú er Chewbacca kominn heim.
komin heim í faðm fjölskyldunar og Han Solo með honum. Nú er þetta að fara að vera spennandi sko, en það eru bara 5 mínútur eftir þessu mynd. Han Solo bara grípur byssuna. Þeir pössuðu sig náttúrulega á því að það myndi enginn vera drepinn í þessari mynd. Þú veist, hann datt bara. Hann var enginn drepinn, hann datt bara niður. Harrison Ford að taka þátt í þessu sko. Þetta er örugglega eitt af þessu verkum sem hann er stoltastur af. Við erum búin að leiðast núna í 20 mínútur síðan þetta byrjaði sko. Eða korter eða eitthvað. Við erum að telja. Og faðmast þér. Af hverju var ekki gert Star Wars Holiday Special eftir mynd nummer 2 til dæmis? Mjög einfalt að svara því. Það er bara, þetta var svo lélegt. Þetta er hrikalega lélegt sko. Þú veist, þetta er kannski 3, 4, 5 ára börn myndu nenn að horfa á þetta, en þú veist, ég er ekki viss að þau myndu endast í 106 mínútur sko, yfir þessu bulli, rugli og viðbjóði. Þú veist, hvað er nú að gerast? Hvað er... Þú veist, er þetta að enda þetta verð? Eða, þú veist, ég veit það ekki. Það er ekki hægt að enda þetta, þú veist. Ég veit ekki hvað þetta segja þetta. Þetta er bara... Hvað nú? Já, þeir... gerðu góða hluti þarna 1978. Með Star Wars Holiday Special. Þetta átt að slá í gegnum jólin. Ég veit ekki hvort það gerði það, en... Það er svolítið að fletta því upp. Ég hef ekki lýst á því. Ég meika ekki meira sko. Þetta er orðið of súrt sko. Þetta er bara orðið ágætt. Það er þetta að finna þetta á YouTube og horfa á þetta þar, og svo er þetta að finna alls konar svona review á þetta líka, þar sem verið að gera grína þessu, hvað þetta er lélegt og ömurlegt og allt, og hvernig í ósköpunum datt þessu fólki að taka þátt í þessu, og George Lucas segja bara já, amen við,